Það eru æðimarg spjót sem standa á landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra þjóðarinnar, Kristjáni Þór Júlíusssyni, og það er í mörg horn að líta. Við skulum fara yfir svið á næstu mínútum. Byrjum á Hafrannsóknastofnun. Hvernig víkur þið við, Kristján Þór, að á síðasta ári sem vart liðið ákveðið á fullveldisafmæli að efla hafrannsóknir, smíða nýtt skip og svo nokkrum vikum seinna skorið niður næstum 300 milljónir. Þetta ekki endilega öll spjót, þetta önglar og horn sem standa frekar á manni. Og hnífar í bakið. Hnífar og slettur eins og voru kannski. Það er engin breyting á áformunum smíði hafrannsóknaskipsins. Við tókum þessa ákvörðun bara sem betur fer á þessum fræga fundi. Já. Og í mínum huga er það gríðarlega metnaðarfullt skref sem Alþingi Íslendinga tekur varðandi hafrannsóknir. En á hverju er þetta svona misvísandi skilaboð? Það er eðlilegt vegna þess að það var ekkert búið að útfæra með hvaða hætti stofnunin tækist á við þessi fjárlög sem fyrir lágu. Ég sá það alltaf fyrir mér að við hefðum svigrúm innan ramma ráðuneytisins sem tekur yfir stærra svið heldur en þrengstu svið hafrannsóknastofnunar. Og svo frétti ég það bara í fjölmiðlum að það standi til að fara að segja upp 20 manns og leggja skip og í mínum huga stóð það aldrei til og var aldrei upp á borðum. Greip forstjórinn til of mikilla varna? Ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr því. Það er búið að leysa þetta og við finnum á þessu lausn og stofnunin gengur bara á sínum venjulega gang. Og þarf ekki að leggja öðru skipinu og þarf ekki að segja fólki? Nei. Ég meina það er alveg rými til þess að vinna sig út í gegnum þetta. Þetta stærsti skellurinn þessu stafar af því einfallega hvernig fjármögnun stofnunarinnar hefur verið háttað. Stór hluta fjármögnun Hafró hefur verið í gegnum VFS-sjóðinn svokallað sem er tekjur af upptöku ólöglegs sjávarafla og það er náttúrulega í mínum huga ekki boðlegt að við séum að fjármögnun á stóran hluta stofnunar af tekjum af lögbrotum. Það bara sjá það allir svona grundvallar stofnun á ekki að þurfa að sekta til að bjarga sér? Nei. Það er ekki gott. Fiskistofa er líka í basli, fjárhagslega? Já, fjárhagslega og líka kannski að einhverju leyti að því sem snýr bara regluverkinu sem er ætlað að vinna eftir og þetta tekur til miklu fleiri þáttaldur en bara stofnunarinnar. Þetta tekur til laga og reglugerða, hvort ekki að því sem snýr að eftirliti, umgengnum auðlindir, þetta snýr að lögum og útfærslu á lögum vigtun sjávarafla, þetta snýr að samskiptum við hafnir, þetta snýr að samstarfi við landhelgisgæsluna, matvælastofnun, við fyrirtæki og svo framvegis. Og það, þegar ég kem inn í ráðuneytið fyrir rúm ári, þá er þetta eitt af þessum málum sem að þá liggur fyrir í umræðu sem að þarf einhvern veginn að taka á og þegar maður skoða söguna þess aftur í tímanum þá hefur ráðuneyti verið að vinna með þessa þætti dálítið mörg ár og af einhverjum ástæðum hefur þetta einhvern veginn alltaf koðnað niður. Það hefur ekkert náðst einhvern veginn að vinna þau til enda. Voru það mistök Kristján að flytja stofnunina norður? Nei, það held ég ekki. Það eins vegar reynir á og kemur ágætlega fram í þessari skýrslu að meðan á þeim flutningum stendur að þá raskast skipulag og starfsemi eðlilega vegna þess að þetta er svona dálítið dramatísk aðgerð og mikil og það er ekkit óæðilegt við það að starfsemin svona rugglist á meðan að það er að ganga yfir. En af einhverjum ástæðum hafa tilraunir eða hugmyndir breytingar á þessu á síðustu árum ekki gengið eftir og við þurfum og verðum að gera alluga því núna að fullri alvöru eins og ég dreg ekki til ef að menn hafi áður einn. En nú höfum við þessa úttekt Ríkisendurskoðunar sem er ágætis grunnur að byggja á og á að vera okkur stoð til þess að reyna að ná fram breytingum. Eitt af mikilvægasta sem kemur fram í þeirri úttekt er að eftirlit Fiskistofu er ekki sem skyldi, sérstaklega hvaða brottkasti varðar og þar er bara beinlega sagt að Fiskistofa ræki ekki sitt hlutverk af nógu mikilli alvöru. Já, það er sagt að það sé ekki samræmi við vilja Alþingis, en þá gleymist kannski að nefna í skýrslunni að vilji Alþingis kemur meðal annars fram í fjárlögum. Jú.
sem að setur stofnunni ramma sko. Og ef að fjárlög, ef þetta spurningum skort á fjármunum, þá það í samræmi við vilja Alþingis að stofnunin vaks ekki í útgjöldum. En þú ert nú sjómaður frá fyrir tíð. Jú. Sko, tökum við brottkastið ekki nú alvarlega? Jú, ég tel að við gerum það. Það? Já, við gerum það. Vandinn í þessu það erfitt að halda utan það í hversu miklu mæli það og hvað það á sér stað. Ég meina, við heyrum sögur af því til dæmis að það sé mikið meðafli, nefnum bara dæmi í grásleppuveiði, í net. Og við heyrum það af vertíðarbátum, við heyrum það af togurum. Þetta fyrst og fremst bara svona umræða sögur og það svo erfitt að sanna brottkastið og þess vegna mjög erfitt að halda einhverju fram með fullri vissu magn eða umfang en við erum núna bara þessa dagana í ráðuneytinu að reyna forma með einhverjum hætti hvernig við getum reynt að nálgast fyllri og betri upplýsingar. En viltu láta taka harðar á þeim sem brjóta af sig nýlegt dæmi á Gleðaborginu 12 það nokkra mánaða stopp á þann togara? Ég held að við getum alveg sagt bæði sjómenn, útgerð, stjórnvöld og raunar bara ég ger ráð fyrir flestir landsmenn vilja að þessi gengið vel þessa auðlind. Ég held að það sé bara í grunninum hjá okkur allum. Við höfum hins vegar alltaf einhverja einstaklinga sem að annaðhvort aðkáf hratt eða guðum á þetta hvað virði ekki þá löggjöf sem fyrir og sjómennskan eða útgerðin ekkert undanskilin í því efni. Og við eigum að bara vera með refsingar með svipuðum hætti þar eins og annar staðar. En á stundum hefur mér þótt refsi hlutin í þessari löggjöf dálítið strangur. En á hann ekki vera strangur? Hann á að vera strangur en ég meina það mér mjög ofarlega í huga dæmi af sem ég heyrði á einum af þessum fundum sem ég fór þegar ég var að ræða frumvarp til veiðigjalda. Þá voru menn að rekast á einhvern kallfösk vappandi með eina litla lúðu heim til sín og á þeim grunni átti að svipting veiðileyfis með afleiðingu fyrir alla áhöfn og tekjur og svo framvegis. Það nú fulllangengi. Já, en þetta brot og meðan að löggjöfinni þá ekki einhvern veginn breytt í átt til þá sekta eða einhvers lík þá þetta svona og við verðum einhvern veginn, segi ég, í þessu verki sem framundan að ræða hvort við viljum hafa einhvern annan hátt á þessu heldur en þennan. Og ég held að það sé fullur vilji til þess. Akkurat. Það liggur fyrir úttekt Hagfræðistofnunar á hvalveiðum, umdeild skýrsla, svo má segja. Viltu auka við hvalveiðar af ástæðum sem má rekja til þess að hvalum hefur fjölgað gríðarlega við landi og þeir éta þá meira af þeim fiski sem við ætlum að veiða sjálfur? Ég ætla að svara, fyrst ætla að tiltaka það, úttekt Hagfræðistofnunar alferðið á hennar ábyrgð og ég minna hún fekk bara einfallega verkbeiðni og átti að skila okkur skýrslu þetta mál og svo bera þeir ábyrgð á sinni skýrslu og vera að tala fyrir hana. Það eru svona strax komnar upp umræður þetta, svona ýmislegt sem að var alveg fyrirsjánlegt, annað sem að dýpri gagnrýni sem á fullan rétt á sér. Þegar þú spyr hvort ég vilji auka í hvalveiðar og svo framvegis. Ég bara einfallega þeirra skoðunar að þær veiðar sem að við höfum stundað á stórhvelum sem að núna tekur eingöngu til langreyðar og hrefnu. Þær eru byggðar og byggjast á vísindalegri ráðgjöf. Þær eru sjálfbærar. Það eftirlit með þeim. Það í samræmi við alþjóðalög. Og virðast ekki hafa áhrif á ferðamannastöðum til landsins? Samkvæmt skýrslunni? Já, ég meina og svo deila menn það, en þarna liggur fyrir að þessi dýr sem að allir eru sammála að koma hér í Norðurhöf til þess að éta, fita sig, safna forða og fara síðan að vetri í hlýrri sjó. Þeim að fjölga. Og þetta hluti af náttúruauðlindum Íslands og ég þeirra skoðunar að
að við eigum að nýta náttúruauðlindir, sama hvort það eru dýrastofnar eða heitt vatn eða guðmata hvað þetta fiskur í sjónum, við eigum að nýta þetta í þágu þjóðarinnar á grundvelli vísindalega ráðgjafar. Skýrslan sýnir að við getum aukið verðgildi sjávarútvegs að miklu mun með því að fækka hvölum. Ertu sammála því? Ég hef engar forsendur til að dæma það. Samspilið á milli fæðu öflunar hvala og lífríkisins einhverja formúlu sem ég kann ekki og ég heyri það bara á vísindamönnum Hafró að þetta mjög ónákvæmt allt. Það eina sem að við vitum það að ef við erum að taka eitthvað úr einhverju stóru hluta náttúru þá röskum við einhverju hugsanlega jafnvægi og við höfum hingað til verið að horfa bara á einstaka afmarkaða hópa eða stofna og metið þol þeirra til nýtingar og ég vil og einfaldlega þeirra skoðun og hef alla tíð verið að við eigum bara nýta náttúrulega gæði landsins sama hverjar gæða eða hverjar gerðar það eru sama hvort þetta rjúpar, hreindýr, hvalur, þorskur þetta hefur alltaf verið mín filosófía. Já, förum í fiskeldi næst. Hvernig ætlar að koma þér út úr þeim vanda sem þar blasir við? Eigum að hætta við fiskeldi í sjó fyrir vestan? Lausn á þessu? Já, ég meina við höfum full færi til þess að gera þetta af einhverju skynsamlegu viti. Þarftu þá að fara gegn eigin stofnunum? Nei, ég held ekki. Ég meina frumvarp sem að ég sett á samráðsgátt núna og kalla eftir athugasemdum við hlýtur misgóðar undirtektir. Þau eru raunar tvö, annars vegar breytingar á lögum fiskeldi og hins vegar gjaldtaka fiskeldi og margar umsagnir eru þannig að þær eru bara á sitt hvorum endanum sama hvort við erum að ræða breytinga á lögunum sjálfum eða gjaldtökunum og mér þykir það út af fyrir sig ágætt vegna þess að þá erum við að sigla einhverja leið sem er svona að meðaltali góð. Mér finnst umræðan hins vegar vera mjög lituð því að hún er mjög hagsmunatengd. Já, hún sé mjög hagsmunatengd. Hún litast mjög af því og maður sér í sumum af þessum umsögnum beina rangfærslur bara í ljósi svona tilfinninga ástríðufullu tilfinninga. Já, ég meina ég stangaði maður sjálfur. Þekki það mjög vel. En erum við ekki að þínum að taka ofmikla áhættu? Er þetta þessi virði að menga sjávarbotnin í fjörðum landsins með þeim ríka hætti sem sannarlega verður til? En ég segi með sama hætti, við leggjum upp úr því að umgangast náttúruna af mikilli ábyrgð Íslendingar, við gefum okkur út fyrir það. Við það að meta það með hvaða hætti og hversu öflugt við getum nýtt náttúruna styðjumst við bestu vísindalegu þekkingu hverju sinni. En ef mengunni hleðst upp í fjörðum og öllum, er þetta þá sjálfbær grein? Þá treysti ég því að þeir vísindamenn, þær stofnanir sem að ríkið heldur úti var okkur við í þeim efnum. Ég verða að treysta því að stjórnmálamaður, hann getur haft sína pólitísku skoðun á því að þetta eigi að gera. En ef hann segir í einu orðinu að hann ætla að fylgja vísindalegu ráðleggingum, þá ger ég þá kröfu að það haldi þræði og haldi út í gegnum allt sem hann er að segja. Og mennur til dæmis, ég vil nefna það hérna í sambandi við þetta áhættumat, það sem mennur að segja sumir hverjir að ég sé með frumvarpinu að færa eitthvað vald til pólitíkusins sem situr í ráðherrastóri hverju sinni frá vísindunum. Hugsunin í þessu á engan hátt þannig, ekki nokkurn. Ég þvert á móti að búa til vettvang fyrir þessa helstu hagsmunaaðila þar sem þeir geta skipst á skoðunum, gagnrýnt hvorn annan og þeir koma út af þessum fundum að þeir hafi sama skilning á því hvað felst í þessu tæki sem áhættumatið er. Veiðigjöld næst, Kristján Þór, tölum norrlensku.
Það stundum... Kláruðu við ekki það fyrir? Tölum norðlensku, það oft talað Sjálfstæðisflokkin sem hagsmunagæsluflokk útgerðarnar og jafnvel bauna á þig að þú sért bara einfaldlega oft tengdur samherja til þess að þú sért oft tengdur samherja til að leggja á eðlileg veiðigjöld. Er það rétt með gagnrýni? Ég var stjórnarformaður samherja fyrir 2-3 áratugum. Nei, öll gagnrýni á einhvern veginn rétt á sig en það draga þetta upp að maður sé of hagsmunatengdur. Ég meina, það á ekki við í þessu málum, vil ég meina. Veiðigjöldin eru þess eðlis að við vinnum þau á þann veg að það er ekkert eitt fyrirtæki eða eitt byggðarlag eða eitt landsluti dregin út fyrir sviga í þeim efnum. Þetta getur ekkert unnist þannig og við erum að gerðum þær breytingar í vor í haust á veiðigjöldunum að við færum í rauninni ákvarðanirnar og útreikningin á þessu lengra frá stjórnmálunum heldur en það hefur verið. Og ég held að menn myndi nú frekar fagna því heldur en að harma það. En erum við að fá réttmætt endurgjald? Svo er það deilan. Mönnum í umræðum málið sem ég lagði fram voru mjög mislaðar hendur í því að reyna að ná einhverju samstöðum það fjárhæði sem þeir vildu sjá. Sumum þótti þetta einfaldlega allt og lágt, margir þótti þetta allt og hátt. Margir líta svo á að sko, það sé ekkert samræmi á milli framleiðar útgerðarinnar að minnst stóru útgerðarna og endurgjaldsins. Hvað er stór útgerð? Er stórt vinnslufyrirtæki með bæði vinnslu og útgerð í litlu plássi, er það stórt? Örugglega á þeim mælikvarða, en á landsvísu þarf það ekki að vera mjög stór, sko. Þannig að þegar við ræðum þetta út frá litlum og stórum, þá er það dálítið gildishlaðin umræða. Ég hef nálgast þetta einfaldlega þannig að grunnurinn að veiðigjaldinu er gjald sem að þú greiðir ef að þú vilt sækja 1 kíló af þorski, til dæmis, í sameiginlega auðlind sem þjóðin á. Þá skiptir engu máli hvort þú drepur þennan þorsk úr sameiginlegri eign okkar á krók eða troll eða þess vegna með einhverjum öðrum hætti. Þú bara greiðir ákveðið gjald fyrir að fá 1 kíló af einhverju fisktegund úr sameiginlegri auðlind. Að lokum, þú ert líka landbúnaðarráðherra, ef þú hefur ekki frétt það? Ég er bara, þetta er fréttaþáttur. Sko, flestar atvinnugreinar í landbúnaði standa ágætlega, svínaræktin, kjúklingaræktin, garðyrkjan, nautgriparæktin, en það er ein grein sem sker sig úr, sauðfjárræktin, og það er oft á tíðu verið talað að það sé rekin bara beinlínis fátækt að stefna. Já, ég hef heyrt það. Sauðfjárræktin stendur fremur illa. Hverjum er það að kenna? Ég ætla ekki að drega eitt sökudóld fram í því. Það er okkur öllum bara, við berum öll ábyrgð á þessu. Ég meina, við sem ekki störfum í greininni, við erum að styrkja greinina með skattgreiðslum. Við berum þar að leiðandi einhver ábyrgð. Þeir sem starfa í greininni, hvort tökja þeir sem búa við sauðfjárræktina og þeir sem vinna síðan í afurðastöðvakerfinu, ber ábyrgð á þessu. Verslunin kemur að því líka, þannig að þetta er bara samfélagslegt verkefni. Höfuðvandinn felst í því að við höfum verið að framleiða meira heldur en við neytum og við sjáum bara þessa gríðarlegu breytingu sem verður á neyslu lambakjöts á tiltölulega stuttum tíma þegar það fer úr rúmum 40 kíló niður fyrir 20 og framleiðendurnir af vörunni þeir ná ekki einhvern veginn að mæta þessari breytingu heldur tekur vöxtur við í hvítu kjöti á meðan að lambið dregst svona hrikalega mikið saman og það er einhverja ástæður fyrir því og ég segi þá hafa menn bara ekki almennilega staðið sig í þeirri samkeppni sem þarna en þeim nokkuð vorkunn vegna þess að þetta er mjög erfiður atvinnurekstur að standa í. Það skal ekki dregið undan með það. En nefna það hérna, við erum nýbúin að ljúka samningum við sauðfjárbændur og ég tel þessa endurskoðun sem átti sér stað á gildandi samningum gefa okkur færi á því að búa greininni miklu betri starfsskilyrði heldur en
var við óbreyttan samning og við náðum ágætis samkomulagi það að gefa bændum meðal annars kost á því að breyta búskaparætti og við erum sömuleiðis að setja inn í þennan samning hvað það til þess að það verði dregið úr framleiðslu þannig að þeir sem eftir verða eiga möguleika á því að auka verðmætasköpunina í því sem að þeir framleiða. Allra síðast, við erum að taka rúnt á öllum ráðherrum hér í fréttaþættinum 21 og erum búin að tala við nokkra ráðherra og eigum nokkra eftir ársamæli ríkisstjórnarinnar að baki. Margir töluðu pólitískan ómöguleika að Sjálfstæðisflokkur geti unnið einhverju sinni með VG, Framsókn þarna á milli, en svo eru ýmsir farnir að tala í þá veru að þessi stjórn getur alveg setið 3 kjörtímabil. Já, ég er alveg sannfærður það. Samstarfið er mjög gott og það er traust. Þetta eru ólíkar skoðanir. Já. Ég meina... En traust. Skýrslan er ekkert auðveld fyrir VG. Nei. Alls ekki. En samstarfið byggir á trúnað og trausti, sérstaklega forystumanna þessar flokka, Katrínar, Bjarna og Sigurðar. Og þú skynjar það bara að á milli þeirra ríkir traust gott andrúmsloft. Og þá eðlilega drögum við dáma því sem að vinnum að þessu verkefni með þeim og ég hef setið núna í 3 ríkisstjórnum og ég hef ekki skynjað svona góðan anda fyrir en nú og ég get ekki sagt annað en það að milli ráðherrana í ríkisstjórninni er gott samstarf, góður andi og þannig bara fólk sem að maður ber fullt traust til. Segir Kristján Þór Júlíusson, ráðherra landbúnaðar og sjávarútvegsmála sem var gestur minn að þessu sinni. Við förum hér yfir í auglýsingar en að þeim loknum höldum við áfram með frétta og umræðuþáttinn 21.